Komið sæl, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson og þetta er Pólitíkin, 8. þáttur. Það er engin leið að hætta að tala mál málanna sem COVID-19 og þessi alvarlega staða sem hefur teiknað sig upp í atvinnulífinu, sér í lagi ferðaþjónustu og tengdum greinum. Þriðji aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar var kynntur á blaðamannafundi í gær og segja má að þríþættar aðgerðir sé að ræða. Í fyrsta lagi verður hlutastarfaleiðin framlengd. Í öðru lagi verða settar tímabundið einfaldari reglur fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja og í þriðja lagi verður fyrirtækjum gefinn kostur á að sækja stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti og þetta er gert í því skyni að tryggja réttindi launafólks og forða gjaldþrotum. Svanhildur Hólm Valsdóttir er aðstoðarmaður fjármálaráðherra og gestur minn að þessu sinni, velkomin. Hvernig verkefni er það fyrir ykkur í ráðuneytinu þessa daga að vera komin með stóran hluta af atvinnulífinu eiginlega í fangið? Sko, ég held að við hugsum þetta eiginlega ekki þannig að við séum komin með stóran hluta af atvinnulífinu í fangið og markmiðið er auðvitað það að reyna að hjálpa fyrirtækjum og efnahagslífinu til þess að hjálpa sér sjálft. Það er markmiðið. Það er enginn sem að hefur það markmið að eftir þetta allt saman eigi hið opinbera 15% í öllum fyrirtækjum á landinu eða þaðan að meira. Þannig að við höfum hugsað þetta þannig að grunnurinn hafi verið góður áður en þetta dundi allt saman yfir og markmiðið sé það að reyna að koma með aðgerðir og úrræði sem að nýtast eigendum fyrirtækja og þegar það gengur ekki að það sé þá hægt að bjóða launþegum einhverja leiðir til þess að tryggja afkomu þeirra og vonandi verður þetta ekki svo langt að við verðum með þetta sem einhverja endalausar framhaldsaðgerðir eins og þú sagðir þá eru núna konið 3, við getum kallað þetta pakka en kannski getum við kallað þetta eitthvað annað. Þetta er raun og veru tvenns konar það er að segja 2 stórir pakkar sem við höfum kynnt núna með mánaðamillibili og svo þessar 3 aðgerðir sem voru kynntar í gær og þetta er eitthvað svona sem við sjáum fram á að nýtist kannski út þetta ár og svo verðum við eiginlega bara að taka stöðuna, sjá til hvort að þetta dugi og mér heyrist svona á viðbröðunum í gær að það sé þessu vel tekið, það sé nokkur ánægja með þetta í atvinnulífinu og það er sennilega það sem er svona dómbærast það, hvað virkar og hvað ekki. Hvernig eru svona aðgerðir settar saman? Lokar sig ykkur tiltekinn hópur inn á skrifstofunni eða er verið að hringja hreinlega út allt samfélag og hlusta atvinnulífið og taka úr því þarfirnar? Hvernig er þetta í rauninni unnið? Svona fyrir okkur sem stöndum fyrir utan þetta þannig að séð og horfum á þetta svona bara koma tilbúið til okkar. Hvernig fer þessi vinna eiginlega fram? Já, sko, hún náttúrulega fer fram á svona frekar mörgum sviðum og út allt í samfélaginu er fólk sem er að hugsa og koma með álit og gefa góð ráð. Auðvitað er þetta að mjög miklu leyti er þetta gert í samráði og samtali við þá sem að eru kannski, svo kallaðir hagsmunaaðilar. Við tölum við bæði launþegahreyfinguna og samtök atvinnulífsins og við tölum við einstaka fyrirtækjaeigendur og þeir setja sér sjálfur í samband við okkur og koma með góðar ábendingar og svo framvegis. Og svo er þetta vinna sem unnin er á milli ráðuneyta. Við erum með sérfræðinga á öllum sviðum í mörgum ráðuneytum sem að ræða saman og setjast yfir þetta. Við erum búin að búa til alls konar starfshópa þvert á ráðuneyti. Ráðuneytisstjórarnir, ég hélt á tímabili að þeir voru fluttir niður í fjármálaráðuneyti bara svona megnið af ráðuneytisstjórum í stjórnarráðinu af því þeir sátu þar á fundum dagana langa og fram á nótt og svo þegar að er búið að svona forgangsraða hlutum að þetta er svolítið það sem þetta gengur út á. Við byrjum á þetta eins og fyrsti pakki sem kom fram, þá vorum við að bregðast við því ástandi sem að við töldum okkur sjá á þeim tíma. Þá voru fæstir sem að gerðu ráð fyrir því að þetta yrði jafn langt eins og bara skömmu síðar varði ljóst. Fyrstu sviðsmyndi sem að ég sá í febrúar og komu þá frá
til dæmis frá ferðaþjónustunni gerði ráð fyrir því að við getum verið að taka á flug aftur kannski bara í júní. En við vitum það núna að sú verður ekki raunin. En þegar allt þetta er komið á borðið, við erum búin að svona skipuleggja hvað það er sem við getum kallað bráðaaðgerðir sem við fórum í þarna í mars. Svo þessar aðgerðir sem við kynntum í síðustu viku sem horfa til næstu mánaða og þessar sem voru í gær sem ná kannski ennþá lengra. Þá fer bara stað ákveðum vél. Og maður getur hugsað sér stundum fjármálaráðuneyti sem, þetta eru svona svo nokkur tannhjól sem vinna saman og svo önnur ráðuneyti þar utan á, að sko þegar maður er búin að setja inn í vélina hvaða er sem maður óskar eftir að verði niðurstaðan, þá fer að staða alveg ótrúlega flóki ferli sem felst í því að búa til frumvarp, vegna þess að mest af þessum aðgerðum byggjast á því að leggja frumvarp fyrir Alþingi sem Alþingi síðan þarf að taka til meðferðir og jafnvel gera einhverja breytingar á og svo verða úr þessu lög og þaðan koma úrræðin sem að fólk getur sótt í og þetta getur tekið ótrúlega langan tíma. En á í flest þessi frumvörp, þau voru búin til á merkilega skömmu tíma sem að byggðist á því að þarna lagði fólk nótt í dag. Og ég var nú fann að hafa ágjörð að því þarna einhvern í mars að þegar maður var að fá tölvupósta frá fólki klukkan 5 á morgnana, að þetta væri kannski full mikið af því góða en svona er þetta bara. Og við búum líka að því að það er ennþá fólk að vinna hjá okkur sem að fór í gennum hrunið og það var nú aldrei, það var mikill mokstur. Mikil eldskýrn fyrir marga. Já, fyrir marga var það og meiri segja fyrir marga sem að höfðu þá kannski unnið sko innan stjórnarráðsins í langan tíma. Þá var það þetta ástand sem að enginn hafði þurft að takast á við. En þetta ástand núna er náttúrulega kannski, við getum byggt ákveðni reynslu úr hruninu, en þetta er samt öðruvísi. En það er samt með þetta, sko, þetta er svo skrítið að sko þegar við erum svona bara í menjulegu árferði, bara svona hefðbundnum hversdagsleika, þá er ofta að tala verkefni og framkvæmdir hjá hennu opinbera fyrir mun lægri fyrir mun lægri fjárhæðir og menn láta það alveg standa í sér að gera þetta og gera hitt. Svo allt í einu erum við komin bara einhvern veginn inn í einhvern veruleika þar sem að milljarðatugir og 100 milljarðar eru bara tölur sem er bara svona slengt fram og valla þegar það er komið fram og þá er sagt og hvenær kemur meira. Þetta er ótrúlegt að upplifa þetta. Þetta er það sem fólk kallar fordómalausa tíma. Nákvæmlega. Það er svolítið svoleiðis. Og það er þetta það sem við erum að horfa fram á núna. Við vorum að tala það bara í gær að við vorum að ræða fjármálaáætlun sem við eigum að skila venjulega fyrir 1. apríl á ári hverju og hún á að horfa til 5 ára og við náttúrulega frestum henni þegar þessir fordómalausu tímar dundu yfir og ætluðum að leggja hana fram í maí en nú erum við bara að hugsa ég meina hvað er það sem hversu langt sjáum við fram, hvernig geta þessar áætlanir litið út, hvernig verður árið 2021 af því að áætlun alltaf hún byrjar þar, hún tekur á því og sviðsmyndirnar hafa breyst svo hratt að það er svolítið erfitt að festa bara hönd á því og ég veit ekki hvað ég get sagt þetta þetta er bara þessi staða verður eitthvað sem að maður á eftir að hugsa tilbaka til er ég nokkuð vissum sem svona einn af þessum stóru tímabílum bara í sögu þjóðar af því að þetta er svo sérkennilegt, hver hefði geta hugsa sér það jól að það veri ekki nokkur maður hér að fara upp í flugvél og fara nokkuð annað ekkert lengra heldur mögulega bara til Akureyrar eða Ísafjarðar Þetta er að geta ekki ferðast, landamæri séu lokuð og við sjáum fram á það að þessi undirstöðu atvinnugrein okkar ferðaþjónustan að hún hafi bara horfið eins og dögg fyrir sólu. Þetta er ótrúlegt. En aðeins þessa svokölluðu aðgerðapakka sem er svona, mér finnst það í rauninni svolítið orðið leiðilegt orða því það er eins og það sé alltaf verið að koma með einhverju jólapakka aftur. Þetta er auðvitað bara einhver svona fasi, við erum í einhverju fasakerfi og það hefur kannski að því rauði pakki 1, 2 og 3 að finnst manni stundum eins og fólki líði bara eins og pakki 1 sé bara eitthvað sem til í fortíðinni og það sé alltaf bara næsti pakki sem sé virkur í senn en auðvitað eru allar þessar aðgerðir að vinna saman og sumar kannski ekki alveg konar til framkvæmda þó sem þær hafa verið kynntar og þetta er miklu flóknara samspil. Hvernig hefur svona verið endurgjöfin úr samfélaginu til ykkar, til dæmis í fjármálaráðuneytinu? Hvað eru það að heyra svona
þú veist, ef við tökum þetta allt saman, hérna, er þetta virka? Já, sko, það svolítið misjafnt þetta eftir því við hvað maður talaði. Eftir fyrsta pakkan þá fann maður það fljótlega voru þeir sem voru með lítil fyrirtæki og einyrkjar og svona höfðu áhyggjur á sinni stöðu, fannst þau kannski ekki nákvæmlega passa inn í þetta svona til lengri tíma. Það breyttist svolítið í síðustu viku þegar við kynntum til söguna stuðningslánin og lokunarstyrkina. Það er náttúrulega búið að vera mjög erfitt fyrir þau fyrirtæki sem var bara gert að fella niður alla starfsemi vegna sóttvarnaraðgerða og það skipti máli fyrir þau að fá þennan beina stuðning. Við heyrum það er auðvitað beðið eftir því að það fari eitthvað að koma út úr þessum brúarlánum. Það samtala á sig bara ennþá stað á milli fjármálafyrirtækjanna og Seðlabankans en því fer nú vonandi að ljúka fljótlega. Og markmiðið hjá okkur til dæmis með því sem við vorum að kynna þannig síðustu viku stuðningslánunum og lokunarstyrkjunum var að það var eitthvað sem geti komið til framkvæmda bara nokkurn veginn leið og það hefði verið afgreitt frá þinginu. Þannig að fólk ætti ekki þurfa að bíða lengi eftir þeim úrræðum. Svo eru svona, það er töluvert spurt til dæmis þessi sumarúrræði fyrir námsmenn, eðlilega. Gagnrýni sem við fengum á til dæmis það úrræði eftir kynningu var að þetta væri aðalega eða eingöngu hjá opinberum aðilum, hvers vegna ekki væri hægt að bjóða upp á sumarstörf hjá hinu opinbera, hjá hinu einkaframtakinu og ég heyri nú ekki betur heldur en að það hafi verið tekið vel í þá gagnrýni og það er einhvern veginn sko, það er svo margt í þessu sem er þannig að það er bara, við viljum gera að fá þessa endurgjöf, við viljum fá gagnrýnina og við viljum fá góð ráð og tillögur úrbætur og nota tækifæri til þess að gera betur og það er það sem hefur svo sem verið sagt frá upphafi að markmiðið sé það að reyna að gera eins vel og hægt er, gera meira heldur en minna og reyna það sem hægt er til þess að fletja út þessa öfugu kúrfu, við erum með þessa lægð að reyna að ýta aðeins undir botnin á henni svo hún verði ekki jafn djúp eins og gæti alla orðið og ég held að svo með þessum þriðju aðgerðum sem voru kynntar í gær þá hafum við svona aðeins náð betur utanum ástandið, utanum fleiri og utanum lengra ástand. Var þessi þriðji pakki svo kallaði, var hann í rauninni að það vekur athygli það að vika þarna á milli, það var töluvert lengra á milli, held að vera næstu mánuður á milli 1 og 2. Er í rauninni þessi þriðji pakki, er hann viðbrögð við gagnrýni sem kom á pakka 2 eða var eitthvað annað að baki? Nei, þetta var eitthvað sem lá alltaf fyrir að þyrfti að gera og þetta er eitthvað sem var verið að vinna að en ég held að afstæðan til þess að veita upplýsingar sé einfallega svo að reyna að veita eins mikið af upplýsingum og hægt er og kynna þau úrræði sem eru tilbúin eða svo gott sem tilbúin á hverjum tíma fyrir sig og það var til dæmis bara mikilvægt eins og núna þó að frumvörpin sé ekki tilbúin að gefa þessi merki fyrir mánaðamótin þó að til dæmis hlutastarfa leiðin ætti að gilda mun lengur heldur en bara frá þessum mánaðamótum þá er bara skiptir máli fyrir fyrirtæki sem eru í erfiðri stöðu að geta gert einhverjar áætlanir og það er nú eiginlega bara ástæðan fyrir því að þetta var kynnt í gær og ég er svolítið sérkennilegt að heyra þetta ég meina þarna komaðu með þessar aðgerðir vegna þess að einhverju gagnrýndu þetta, stjórnarandstæðin eða einhverjir aðrir, en það er ekki þannig, þetta var eitthvað sem lá fyrir að þyrfti að gera. Annað sem gerist ekki er mjög stórt voru þetta þessar fjölda uppsagnir hjá Icelandair 2000 manns á einu bretti svo í dag hafa komið svona tengt svona starfsemi, kynnisverði fríhöfnin, þetta hangir auðvitað alltaf á sömu spýtunni fyrir uppi staði með fleiri uppsagnir en svona kannski augun eru mjög mikið núna á framtíð Icelandair bara vegna mikilvægi fyrirtækisins með tilliti til samgangna inn og út úr landinu. Hvað getur eitthvað sagt okkur framhaldið þar? Það eru mikil samskipti, við vitum það á milli stjórnvalda og stjórnenda fyrirtækisins. Já, það hefur verið mjög gott samtala á milli en ég get svo sem ekkert sagt það hvað komi út úr því samtali. Það gerir sér allir grein fyrir mikilvægi Icelandair fyrir samgöngur við landið og það er bara því að hversu mikilvægt það er fyrir okkur, þessa eyju, að geta treyst á góðar samgöngur við önnur ríki og það er líka mikilvægt fyrir okkur að vera með flugfélög hér sem að
eru með höfuðstöðar hér og vilja nota flugstöð Leifs Eiríkssonar sem sinn heimaflugvöll og þannig að ég held að það sé ekki nokkuð maður sem að ekki vilji leggja sitt að mörkum til þess að svo megi verða áfram en í hvaða mynda verður ekki þetta. Það er svona hefur ekki kannski svona finnst manni farið mikið oft fyrir svona hugmyndafræðilegum ágreiningi oft á tíðum, þá er ég bara að tala um þennan gamla vinstri hægri ás í rauninni í stjórnmálum síðastlinn misseri. Nú er það að koma svolítið upp í tengslum við þetta allt saman. Það eru svona að því leitinu til að fólk við erum að sjá að það eru mjög margir sem vilja bara gefa í opinber afskipti og inngrip inn í fyrirtæki, þú veist, annarkvæmst bara með beinum rekstrastyrkjum eða það ríkið hreinlega kaupi upp ykkur lykilfyrirtæki eða kaupi sér inn í þau eða eignist þau eða hluta til að tryggja afkomu þeirra og þau verði bara til þegar þessu er lokið og svo eru aðrir, maður heyri líka hina sem segir bara nei, nú þurfum við virkilega að fara sko vallega fjölga ekki til dæmis opinberum störfum og einmitt það verði ekki annarkvært fyrirtæki í landinu, ríkisfyrirtæki og svona í einhverjum yktum sviðsmyndum skiluru og maður velti fyrir sér sko verður hægt að rata einhvern, þetta er rosalega stór spurning, meðalveg í svona ástandi og fylgja einhverju pólitískri hugmyndafræði? Ég veit það ekki, þetta er svo skrítið ástand og maður finnur það einmitt alveg að svona þessar típisku pólitísku línur, það krossast svolítið en ég veit ekki hvernig ég á að svara þessari spurningu þegar ég svo segir, hún er mjög stór og ég held að við þurfum að reyna eins og við getum að horfa út úr þokunni sem að er núna og út úr þessu bráða ástandi sem við erum að reyna að eiga við og hugsa hvað við ætlum að gera þegar því lýkur. Er það, ef við getum komist hjá því að ríkið verði eigandi að mjög mörgum fyrirtækjum og einhvern veginn endi með atvinnulífið í fanginu eins og þú talar hérna í upphafi. Er það góð tilhugsun? Hvernig ætlum við síðan að fara að vinda ofan af því? Ég er hreinlega, veit það ekki sko, ég held að ef það er einhver leið til þess að hjálpa þeim sem að nú þegar eru eigendur þessum fyrirtækjum og þessum fyrirtækjum sjálfum bara að komast út úr þessu án þess að sko reisa sér hurðarásum öxl, þá væri það besta leiðin en ég hef alveg skilning á þessum sjónarmiðum, stundum bara það einfallega að sko þetta eru vissulega skattekjur framtíðarinnar sem að við erum að höndla með núna og það er spurning hvernig við tryggjum hagsmuni framtíðar skattgreiðenda, hvernig þeir fá sína peninga tilbaka ef að það er mögulegt og ég veit það ekki, ég held að það þurfi einhverja svona meiri hagfræðinga heldur mig til þess að svara þeirri spurningu. Þeir eru nú farin að tókast á í aðsendu greinum en Já, en auðvitað er það líka þannig að maður getur nú eitthvað lært af þessu hruni árið að þá komu þá líka fram alveg gríðarlega svartir spádómar sem ekki rættust. Þú veist, frasar eins og Kúpa Norðursins og alls konar svona hlutir, þetta varð ekki veruleika. Nei, og það er kannski hægt að læra líka af því að þessi hlutir þeir ganga yfir. Já, þeir meina hlutir hafa tilhneigingu til að gera það. Og það leitar allt í eitthvað svona þótt að verið svona nýr veruleiki þá í einhvers konar veruleika sem að verður venjulegur á einhverju tímapunkti en við getum líka að hugsa það bara sko hvernig við eigum til dæmis að losa eignarhald á svona fyrirtækjum ef við eignast þau. Okkur til dæmis hefur ekki gengið mjög vel að losa eignarhaldi á fjármálakerfinu. Jú, við seldum þó þann litla hlut sem við áttum í Arion banka en það kostaði miklar viðræður og voru svona ákveðin kannski voru svona pólitískar línur í því máli og við eigum þetta Íslandsbanka og það að spurningin er alltaf sko hvenær er rétti tími til að selja og er það ábyrgt núna eða síðar eða hvernig. Það var náttúrulega því sem að vera að ræða áður en að þetta allt saman skalla á að selja hann og nota fjármagnið í innviði. Já, nú er eins og það sé 10 ár síðan. Já, það er svolítið svoleiðis. Þetta er
Sko, ef maður hugsa bara tilbaka, maður hugsa, sko, núna sko, komið á mánaðamótum, apríl, maí. Mér finnst eins og þetta ár sem búið að vera svona 10 ár. Veist, ég var jólin bara í einhverju áhyggjuleysi á Kanarí og fannst svo sem ágætis tilhugsun að fara heim og fara að fást við einhverju hluti sem að vera mjög kunnulegir og þú veist að því við erum nú búin að fara í gegnum alls konar farið bara svona hæðir og dali síðastliðin ár í bæði pólitískum skilningi og efnahagslegum og við vorum komin á svona þokkalegan stað þó við vissum það að við værum á leiðinni niður, við varum með svona skottið á hagsveiflunni, við varum á leiðinni niður á við og við sáum fram á það að við þurftum að fara að eiga við sko, það væri gat í ríkisfjármálunum en það gat var aldrei talið í 100 milljarða eins og við erum kannski að horfa á núna eða ekki kannski, við erum að horfa á það núna og manni fannst það alveg vera nægilega mikið verkefni en sko í gær voru akkurat 2 mánuðir síðan að fyrsta COVID-tilfelli greindist hér og á þessum 2 mánuðum hefur bara heimsmyndin breyst stórkostlega. Já, heldur betur. Við erum svona búin að taka, held ég, púlsinn á deginum í dag og vikunni og ég held að við höfum ekkert sjóndeildarhringurinn ekkert víðari en það mér langar svona kannski þá að taka smá beygju í viðtalinu og spyrja bara svona þig aðeins persónulega líka að því þú ert nú gamall fréttamaður og fjölmiðlamanneskja þegar svona stór atburðir verða og nú ert þú að horfa á þetta innan úr ráðuneyti langaði ykkur tíman út og taka hljóðnemann og nálgast þetta þannig? Já, mér langar það stundum það og það nú kannski ég veit ekki hvað ég segja sko. Það nú svona stundum þegar að manni finnst að það hefði nú verið gaman fjölmiðlamaður sem verið að tala einhverju hluti, hefði tekið símann og hringt í mann og fengið réttar upplýsingar, þá langar mann stundum aðeins til þess að einhvern veginn að fara inn í hringin, en svo hefur maður líka skilning á því að fjölmiðlamenn að vinna við alls konar aðstæður og oft undir mikilli tímapressu og það gengur misvel að ná í fólk og allt þetta sko, þannig að stundum þetta einfallega að redda þér á bestu upplýsingum sem þú hefur á hverjum tíma, þó að þessi ekki endilega hárréttar. En ég samt eins og í svona ástandi þar sem að eiginlega þú ert alltaf að segja sömu fréttina aftur og aftur og þú ert að finna nýjan vinkil á ástandinu og svo framvegis og þér finnst að þú verðir að fjalla þetta er bara málana og þú ert búin að finna svona 250 vinkla á því eftir, þú veist eins og núna þetta orðnir að minnsta kosti 2 mánuðir og þetta var auðvitað að byrja svona með einhverjum hætti fréttaflutningurinn af heimsfaraldrinum og öllu því aðeins fyrir það sem var þá verðandi heimsfaraldur og þetta minnir svona ef maður á að bera þetta ástand svona pólitískt þegar ég var í fréttamennsku við eitthvað það var eins og þegar fjölmiðlamálið var í gangi vorið 2004 og ég man eftir að hafa sest niður í kastlösu og hugsaði ég held þetta sé 40. þáttur sem við tökum þetta eða eitthvað áleika og þá var maður svona örlítið leiður á umfjöllunarefninu en það var nú kannski örlítið þrengra heldur en það sem við erum að fástu núna. Þetta ánáttúrulega, það ekki nokkur maður í landinu sem að sko, þetta ástand snertir ekki með einhverjum mætti. Já. Það svolítið öðruvísi kannski. Það. En þetta samt, ég held að sé merkilegt að lifa þessa tíma, hvort sem maður sko, fjölmiðlamaður að vinna í stjórnsýslunni á þinginu eða bara út í fyrirtæki. Ég meina, allir eru núna að semja sig einhverjum nýju vinnulagi, það að vinna heima, þessi fjarfundir og þetta allt saman sko. Þetta er eitthvað sem að ég held að komi til með að breyta svo mörgum hlutum varanlega. Og ég sumuleyti vona ég líka að verði þannig að við lærum eitthvað af þessu öllu saman og við tökum eitthvað út úr þessari reynslu sem að gerir okkur aðeins færari til þess að bara vera sveigjanleg og vinna vinnuna okkar aðeins öðruvísi og nýta tíman betur og svona. Þetta er svona svolítið eins og maður hugsaði í hruninu, kannski fær maður eitthvað út úr þessu sem að gerir okkur að betra samfélagi heldur við vorum áður. Og ég finna til þess að krökkunum mínum að því að þó ég hafi verið frekar mikið í vinnunni þá hef ég samt sem að þá var komið dagar þar sem að ég hef bara verið heima og þurft að vera heima. Og við höfum auðvitað reynt að takmarka þá og í fjármálaráðuneytinu eins og aðrir vinnustæðir að fólk sé ekki endilega hvað ofan í öðru og
krökkunum mínu finnst þetta mjög fínt. Jafnvel þó ég sé heima og ég sé lokuðin í herbyggju og ég sé á fundi, þá þetta einhvern svona nálæðin af foreldrunum meiri. Já, mamma var að segja það, sko, hún sagði þetta svona eins og þegar ég var miklu strákana litla, ég bara alltaf fann að vera heima að baka og gera einhver svona hluti svolítið bara í hreiðugerð sem að maður gefur sér kannski, nútíma fólk held ég bara gefur sér stundum miklu minni tíma í Já. og eins það bara ferðast innanlands, þú veist, ég meina það var ekkit almennt að fólk væri að fara til útlanda á hverju sumri, bara alls ekki. Nei, alls ekki. Og það er kannski, ég segi allan fyrir mína part að ég hlakka svolítið til að fara að ferðast um landi í sumar og rekast á vin og kunningja í einhverjum vegashoppum og ég held að það geti verið ákveðin nostalgía í því, svo maður horfa eins á björtuliðarna líka. Já, ég líka. Ég er mjög spennt fyrir því. Ég held að, og það er líka að ég fór eins landi í fyrrasumar og það er, sko, það er gaman, mér finnst gaman að mannlífinu sem fylgir ferðaþjónustunni og mér finnst, til dæmis, ég hafði mikla ánægju af Laugaveginu, hvernig hann breyttist það, því að nú er ég að vinna, sko, niður bæ, áður en að ferðaþjónustu sprengingin varð og þetta var bara, sko, þú veist, það var annarkvært bil þarna, var tómt og það var eiginlega enginn á Laugaveginum, en svo breyttist það yfir það var alltaf mannlíf þarna, þú veist, og vissulega, þú veist, og maður heyrði náttúrulega, sko, fólk tala á alls konar tungumálum og bara, þú veist, innspýtingi fyrir veitingastaðina, þú veist, maður hefur náttúrulega fengið mjög mikið, þú veist, þessi ferðaþjónusta hefur gefið Íslendingum rosalega mikið, alls konar fjölbreytni sem við höfum ekki áður, en það var líka þannig að það var eiginlega hægt að fara að Geysi eða Gullfossi því að það var bara eins og maður myndi eftir 1929 og Akureyri kortir í 3 sko, veist, alveg tróðið svo maður vísi eitthvað sem við bæði þekkjum Nákvæmlega en það var stappað og Sjalanum líka en þetta er bara þannig ég hlakka svolítið til að fara landið í sumar ég segi það og ég líka Ertu komið með lista kannski, loka spurning áfangastæði sem þið langar til að heimsækja? Þegar Logi verður búin að fara í klippingu? Já, einmitt, nei. Hún er sómasamlegur. Mér langar náttúrulega mjög mikið norður núna. Ég er mjög ofsalega mikla landsbyggðar þörf núna. Ég fæ hana alltaf, ég er náttúrulega utan á landi, þannig að mér finnst gott að vera einhvers staðar, helst fyrir norðan. Í ekki jafn miklu markmennu hér, þó að flestum finnst nú Reykjavík vera sko, smáþorp á svona heimsmælikvarða, að ég þarf að komast norður. Mér langar bara í sauðburð og ég þarf að heyra í fuglunum og heyra í ánni og ég vil bara sko, að vera hjá mamma og pappa upp á brekkunni og Akureyri og hlusta á sláttuvíl í næsta garði og eitthvað, þú veist. Þetta er bara, það er eitthvað við það að fara út á land. Þetta er, maður fer í svolítið annan gír og þannig ég hugsa að það fyrsta sem ég geri eftir að maður fer svona eitthvað að leggja landvönd í fóta eftir að ég tekið þetta pínu alvarlega að vera ekki að þvælast á mikið. Það er að fara bara norður á Akureyri og í Mývatnssveitin á Aðaldalinn. Yndislegt, það hljómar gríðarlega vel. Svanhildur Hólm Valsdóttir, aðstofamaður fjármálaráðherra, takk kærlega fyrir komuna.